Þá er komið að verkefninu þar sem förum yfir í flóknari form. Það eru þessar 4 myndir sem á að teikna og það á að gera það sem allra nákvæmast. En það má leika þó með liti. En formin og þess háttar og hlutföll á að reyna að hafa sem allra nákvæmast. Fyrst ætlum við að skoða þessa klukku hérna. Í gerðinni, þegar þið eru að gera þetta, þá borgar sig að vinna alltaf með grunnform. Greina hlutin, hvaða form er í þessu. Í klukkunni er til dæmis mikið unnið með hringi og það er unnið aðeins með ferninga líka. Það eru formin sem við skulum einblína á. Ég fer inn í hring, held niður Ctrl til þess að hafa hann hringlóttan. Ég ætla að lita hann rauðan, þennan hérna, og duplicata. Þetta var rosalega rautt hjá mér. Og set hvítt í það. Held niður Ctrl og Shift til að minnka hlutfallslega svona í miðjuna hérna. Þá best að velja hann græna og gera hann rauðan. Því næst ætla ég að gera fætur og það er sem sagt ferningar sem ég noti það. Getur nota BCR-tóli líka ef þið viljið. Það eru alltaf þess að segja margar leiðir að kannski setja marki en ég ætla að nota ferning. Ég ætla að fara hérna í Path og ég ætla að gera Object to Path. Þessu er punktapíluna af því að hann er svolítið á ská og hann er mjórri uppi heldur en niðri, þannig að ég ætla að velja þessa punktapílu undir vinstri og draga hér beint og svo ætla ég bara aðeins hérna í þessa hægra megin og draga líka og svo notið þið auga svona til þess að stilla þetta það bil af og ég set hér fótinn öðru megin og ég duplicate hann og ég ætla að spegla hann, fer hérna upp í valröndina og spegla honum akkurat, held niður Ctrl til að draga hérna á móti og stilli svo fótunum af það bil á svipuðum stað. Þessu næst vel ég rauða hringinn hérna. Ég ætla að duplicata hann. Ég ætla að henda bara einhverjum alltaf í hann og ég ætla að setja hann bak við allt saman og stækka hann svo hlutfallslega hérna út frá miðjunni það bil einhvern veginn svona. Og því næst ætla ég að taka þennan hvíta hérna, duplicata hann, setja rautt í hann og ég ætla að henda honum á bakvið. Það virðist kannski vera eitthvað flókið að gera þessa hringi, eitthvað teiknaðu bara ekki upp á nýtt. Það er bara óþarfa alltaf að teikna hringinn upp á nýtt. Ég ætla að breyta þessu pínu meir í sporísku, þannig ég er ekki minnka hlutfallslega og síðan ætla ég að setja þessa hringi alla hérna, bara miðja þá með að draga utan þá. Fara ég Align og lóðrétt Align, svona. Og nú ætla ég að lita hann bleika hérna hvítan. Það sem ég var að gera bara núna er að byrja að teikna annan á kólfinum og það er miklu betra ef maður er að teikna svona form að teikna þau annarkvort lárétt eða lóðrétt þannig að það sé auðveldara að nota grunnformin. Svo nú er ég komið með svona hattinn og svo ætla ég að taka hérna kassa sem á að vera rauður og því næst aftur hérna hring, hlutfallslega réttan, sem kemur eitthvað starf hérna. Nú var stór eitthvað klunnur í mér, ég veit að flera. Aðeins að minnka þetta allt saman hérna, svona. Sjá, taka þetta og minnka þetta örlítið, hlutfallslega svona. Og því næst ætla ég að velja aftur allt þetta rauða. Ég ætla að fara í Path, ég ætla að gera Union, vel svo rauða og hvíta þennan hérna munið ósýnilega og aftur í Path og Difference. Þá er ég komin bara með eitt stykki svona kólf sem snýr þá alveg hreint, bara beint upp í loft í staðinn fyrir á hlið. Nú ætla ég að snúa honum, get tvíklikkað og smellt. Ég ætla ekki að gera það af því að ég vil vita nákvæmlega hvað ég ætla að snúa mikið. Ég ætla að snúa honum svona það bil 45 gráður. Það mun ég finna undir Transform og Transform palettuna ættu að geta fundið hér til hægri í pílunni í palettunum ykkar. Farið hér í Transform, þá kemur þetta og sjáu þið það er hægt að velja hérna Move, Scale, Rotate og fleira og slá inn handvirkt einhver gildi í gráðum og fleiru en ég ætla að velja bara hérna gráðurnar 45 er ég búin að slá inn
Svo þarf ég að ýta hér á apply og þá snýst þetta svona 45 gráður. Og nú ætla ég að gera duplicate á hann og auðvitað get ég snúið honum einhverjar x gráður viðbútt, en ég ætla bara einfaldlega núna að spegla honum. Þá fer hann akkurat í 45 gráðurnar og svo dreg ég hann bara með Ctrl út og þá lendir hann akkurat á sama stað og hinn á móti. Þannig að nú hvor á móti öðrum. Núna ætla ég að vinna hérna með þessa klukku. Ég ætla að velja þetta rauða hérna í henni, fæturnar báða og hringinn, ég fer í path og ég ger union. Og þá þetta orðin ein heild svona. Nú ætla ég að klippa gat í hann, þannig ég tek þetta hvíta, fer í þetta rauða, gerir path og difference. Og þá sjáum þið komið svona gegnsæi í klukkuna. Svo það stjarnan í miðjuna. Hérna, hún á að vera 5 arma, slæða hér svona. Og þið stillið hana af og stillið stærðina. Hún á að vera fyrir miðju líka, hún á að vera í öðrum lit. Þið finnið miðjuna með því að aligna eða snappa eða hvað sem hentar ykkur. Því næst það þessi litlu kassar sem eru á 12, 3, 6 og 9. Það bara lítill svona kassi. Ég gerir duplicate á hann, held Ctrl niður til að draga hér. Vel síðan báða þessa kassa. Þegar ég halda niður Shift og smella og ég gerir group, ég gerir duplicate og ég ætla að snúa hérna 90 gráður. Þar með klukkan komin og þá dreg ég yfir hana alla, vel öll formin og ég grúppa þau. Fer hér í group og ég ætla líka að fara hér og ýta á lás og svo ætla ég bara að fara til hliðar og geyma hana.